Í dag förum við í upprifjun og við ætlum að byrja á því að skoða að rifja upp hvað HTML er og hvað það leyfir okkur að gera. En fyrst fórum við yfir svona grunnhugtök sem við erum búin að vera að vinna með svolítið. Hvað vefurinn er, hvað vefsíða er, hvað vefþjónn er og vafri og vefforrit, þó svo að það sé frekar svona óskilgreint hugtak þegar maður fer að rýna það. Og þetta sem við erum búin að vera að gera núna í haust er þessi framendi hérna og við höfum aðeins snert á því hvernig við eigum í þessum HTTP samskiptum við bakenda til þess að sækja gögn og ýmislegt, en þetta hefur verið algjörlega okkar viðfangsefni. Svo höfum við notað nokkur command line interface tól sem að leyfa okkur að vinna með forrit í gegnum textaviðmót, ólíkt grafísku viðmóti. Og sérlega höfum við verið að nota tól sem við sótt í gegnum Node með npm. Textaritlar, þetta verður orðið mjög vön þeim og mjög einfaldir yfir mjög flókna, mörg ykkar að nota Visual Studio Code, vonandi aðeins búin að stilla hana að ykkar svona að því sem að ykkur hentar og þetta er fílið og sótt einhverja viðbætur. Og stafasett er þetta sem við erum að vinna með þegar við vistum skjölun okkar og færum þau eitthvað, að það er eitthvað sem við getum lent í að sé vitlaust skilgreint. Og stafasett skilgreinir hvernig þessi stafir eru kóðaðir í tölvum og hvernig þeir eru síðan lesnir upp og hvernig ekki pláss þeir taka. Og við höfum ASCII sem er svona gamalt rótgróið stafasett, en við höfum notað UTF-8 eingöngu í okkar verkefnum. Og við getum notað það til að skilgreina flesta stafi og tákn. Síðan höfum við notað FTP, File Transfer Protocol, til þess að færa hlutin okkar af tölvunum okkar yfir á heimasvæði fyrir þau verkefni sem við höfum verið að vinna, til þess að gera þau aðgengileg af vefþjóni til alheimsins. Já, þetta voru þessi grunnatriði, en HTML síðan byggir á tveimur hugtökum og það fyrra er þetta hugtak hypertext. Þetta að geta tengt saman á einhvern ólínulegan máta gögn og þurfa ekki að lesa þau línulega í gegn, geta hoppa fram og tilbaka. Og þetta er gamalt hugtak sem að má rekja alveg aftur til 1945 og jafnvel fyrr einhverju leyti. Síðan er hitt hugtakið markup language, sem að er það þegar við erum með eitthvað skjal sem við viljum ljá aukinni dýpt og þá getum við einhvern veginn merkt það með einhverjum táknum eða einhverjum aðgerðum eða einhverju til þess að codifya það í skjalið sjálft. Og þau skiptast í nokkrar gerðir. Við höfum skoðað svona lightweight í gegnum markdown og við höfum skoðað descriptive sem er með HTML. En HTML er sem sagt þetta hypertext markup language og er líka orðið svolítið gamalt, en ekkert það gamalt samt. Og við fórum grundigt í það hversu margar útgáfur voru þarna og hvernig það gekk í byrjun og hvernig við síðan enduðum í HTML5. Og stöðlun á HTML er í höndum W3C, World Wide Web Consortium, sem er stofnað af Tim Berners-Lee og sér að staðla og stöðlun á ýmsum hlutum tengdum vefnum, en ekki þar með talið JavaScript, en hins vegar HTML og CSS. Og grunn hugmyndafræði sem að Tim Berners-Lee setti í þetta er í raun að vefurinn sé fyrir alla og sé í raun þetta universality hérna. Og ég er svona reynt að koma því aðeins frá mér til ykkar. Þetta við höfum ekki að vera að hugsa það að vera að smíða vefi sem að bara virka fyrir nýjustu, stærstu skjáina og eitthvað svona. Heldur að hugsa þetta í svolítið svona, vera svolítið robust í því sem við erum að gera og gera vefi fyrir alla. Og við fórum síðan líka gegnum langa sögu doctypes og hvers vegna það er notað og hvernig það er í raun síðan doctypeið í dag er þetta HTML5 doctype sem er mjög einfalt. Síðan
XHTML sem var önnur tilraun til þess að láta HTML þróast og láta það þá verða extension af XML en ekki SGML og vera þá mun meira strikt og mun meiri svona riggur í öllu það sem við láta gera og vera vel formað XML en það gekk ekki vel út af því að vefurinn vill vera svolítið svona hot mess og síðan þetta sem við erum að nota í dag, HTML5 sem byggir hvorki á SGML né XML en bara það er bara sinn eigin staðall en samt backwards compatible við allar fyrri útgáfur af HTML sem leyfir okkur að geta skoðað í dag við sem voru búin til árið 93. Og það er alltaf haft að leiðarljósi með allar þær breytingar sem gerðar eru á HTML að þær í raun þær minnki aldrei þessa samvirkni eða interoperability og þær brjóti aldrei fyrri virkni og að þær auki aðgengi af vefnum og eða stuðli að aðgengi af vefnum. Og svo þegar við komum í það hvað HTML í raun og veru þá það í raun frekar svona einfalt, myndi ég vilja segja, þegar maður er búin að brasa þess með þetta, að við erum með element sem hafa sína semantík og saman tökum við þessi element og búum til tré af því sem við viljum koma frá okkur. Og element innihalda önnur element að búa þannig til þetta tré eða hafa á laufunum á þessu tré textanóður. Og hvert element táknar einhverja merkingu semantik. Og element samanstanda af byrjunartagi og endatagi og einhverju efni en síðan hægt að setja aukalega á þau attribute sem að ljáðu þá einhverju auka virkni eða upplýsingum. Og svo þegar kannski staðið ykkur að því að segja notaði bara p-tagið þá hefði vonandi stoppað og sagt nei, fyrirgeðu, p-elementið af því að það munur þarna á þessu tvennu. En attributin eru sett á byrjunartaugin og þetta náttúrulega það sem við höfum notað langmest, class attributið til þess að tengja HTML og CSS saman. Og síðan höfum við verið með svona attribute sem þarf ekki endilega að skilgreina með gildi, heldur geta staðið bara einu sér. En elementhóparnir sem að HTML skilgreinir eru nokkuð margir hérna. Við erum með þetta flæði content, við erum með heading og sectioning. Heading eru bara fyrirsagnirnar okkar, sectioning eru svo article og section og aside, nav, main. Síðan höfum við interactive sem eru svo form elementin okkar sem getur tekið við upplýsingum, input, select og þau. Embedded, þessi sem að geta sótt gögn einhvers staðar annars staðar frá eins og img eða video eða audio. Og metadata sem leyfa okkur að ljá skránar okkar enn frekari virkni eins og hvar CSS þeirra hver titill þeirra í hvaða stafasetti þau eru. Phrasing sem leyfa okkur að skrifa síðan bara þennan texta sem við erum að birta. Og úr þessum elementum getum við gert alla þá vefi sem við getum séð í dag. Síðan höfum við líka verið að vísa í efni til og frá og það oft aðeins flóknara en maður myndi halda og það þarf að gefa upp einhverja slóð. Það fyrsta sem maður þarf að gera, hvort hún á að vera afstæð eða nákvæm, relativ eða absolút og þetta á þá við þegar við erum að setja img með source attributinu til þess að vísa í einhverja mynd eða anchor elementið með href til þess að vísa á einhvern stað og þá þurfum við að vísa og búa til þessar slóðir. En afstæðuslóðirnar líta út frá því skjali sem við erum að vinna í. Þannig að ef við erum í index.html sem á sér vil vísa í food JPEG í img möppu þá þurfum við að búa til relativ slóð sem lítur svona út. Og þá passa okkur sérstaklega þegar við erum ekki með þetta forward slash í byrjun. Af því að þá förum við á rótina á viðkomandi vef og vísum að öllu líkindum ekki það sem við ætluðum að vísa í. Síðan höfum við nákvæma slóður þar sem við vísum bara nákvæmlega í það sem við ætlum að nota og þá byrja þær bara á http:// eða eitthvað svoleiðis.
en þær hafa sína kosti, en ef einhver færir eitthvað til, eitthvað breytist í hvað vefurinn okkar, lénið okkar heitir, þá muni þessi slóði brotna. Og ekki bara í HTML, heldur líka í CSS og JavaScript höfum við farið töluvert mikið yfir það að reyna að vanda okkur þegar við erum að skrifa kóða og skrifa snyrtilegt HTML, CSS eða JavaScript. Og þá í HTML er gott að fylgja þessum kröfum sem XHTML setti á málfræðina en eru ekki krafa í HTML5 en leyfir okkur samt sem að vera að búa þá til eða skrifa HTML sem er snyrtilegt. Og þá er líka sérstaklega mikilvægt í flestallri forritum þegar við erum að vinna með svona texta að passa upp á inndráttinn og sjá í raun hvað er barna hverju og jafnvel mikilvægara í eins og JavaScript þar sem við erum með föllin í föllum með einhverjum flæðistýringum eða þess aftar inn í þeim föllum og að geta einfaldlega lesið kóðan er virkilega mikilvægt bara upp á allan þann kóða sem við munum skrifa. Og við getum svo að dregið hluti frjálslega í HTML því að white space er ekki mikilvægt, þannig að öllum fleiri en einu bili og newlineum og tab-karakterum er öllum skeytt saman í bara eitt bil. Og þá höfum við hérna þetta minnsta HTML skjal, þar sem við erum með doctypeið, við erum með HTML elementið sem er rótin að öllu efninu okkar með hérna lang attribútunum sem segir til í hvaða máli við erum að skrifa, sem er mikilvægt fyrir lésvélar. Við höfum head elementið sem að skilgreinir lýsigögn eða metadata fyrir skjalið okkar og í minnsta lagi viljum við þá skilgreina í hvaða stafasetti við erum að vinna og hver titillinn á síðan okkar er. Síðan höfum við body sem að er bara meginmálið af efnum okkar og þar inni hendum við bara öllum þeim elementum sem við viljum nota til þess að koma frá okkur efninu okkar. En síðan getum við líka, og þessi tvö skjöl eru nákvæmlega semantically þau sömu, en vonandi hryllir ykkur svolítið við þegar ég sjá þetta núna, af því þetta er svo skellilegt. Og þarna kemur þetta með lesanleikan, að optimisera fyrir lesanleika. Af því þið munu eyða meiri tíma í að lesa kóða en þið munu gera í að skrifa kóða. Svo kynntumst við þar aðeins linting hugtakinu, það sem er í raun að láta tölvur lesa yfir kóðan okkar og benda okkur á möguleg vandamál. Og við höfum notað það síðan fyrir CSS og JavaScript líka og þá er þetta að vera að benda okkur á tvenns konar villur, eitthvað sem að mögulega gæti valdið okkur vandræðum í kyslu, það er allir í HTML er það að gleyma eða loka divi of snemma eða gleyma að loka textaría sem við myndum þá gleypa upp allt sem eftir kemur og síðan brot á kóðastíl, þar sem við getum skilgreint að við viljum öll verkefnin okkar séu indregin svona eða hinsegin og þá geta tólin hjálpað okkur við að viðhalda því. Merkingafræðin er síðan það að þegar við komum að því verkefni að velja einhver element til þess að setja utan textan eða það sem við erum að búa til, að við veljum element sem eigi við, af því að öll þessi element sem eru skilgreind eiga sér skilgreinda merkingu og nota þá section ef við erum að vinna með eitthvað part af síðu sem á að vera með fyrirsögn og setja þá section með heading inn í. Og nota síðan CSS til að stýra framsetningu á gögnunum og ef við þurfum að ljá þeim einhverjum auka upplýsingum að nota attributes eins og til dæmis class til þess að ljá sectioninu okkar sem er að vera aðeins öðruvísi en venjulegu sectioninu okkar að nota þá class til þess að gefa þeim eitthvað sem við getum tengt við í CSS. Og af hverju merkingafræði? Það er þessi aðskilnaður á milli merkingar og útlits sem gerir manni auðvelt að breyta öðru án þess að hafa áhrif á hitt og það að vera ekki búin að setja allan vefinn upp með töflum og font elementum og einhverju svona sem að síðan við ætlum að breyta einhverju, þá þurfum við að fara og við ætlum að breyta öllum HTML-skjölunum okkar hvar sem þau liggja og hversu mörg sem þau eru í staðan fyrir það að hafa 1 eða 2 CSS-skjöl sem við getum farið inn í og bætt við eða breytt einhverju til þess að breyta útlitinu. Og þetta er svona einfaldar viðhald af því að í hugbúnaðargerð eru breytingar yfirleitt afskaplega dýrar. Og góð merkingafræði getur líka aukið aðgengi að vef, að nota réttar fyrirsagnir í réttri röð, að nota rétt sectioning element. Það getur hjálpað lesveljum
lesvélum að lesa vefinn okkar og ekki bara lesvélum heldur líka öðrum svona róbótum sem að fara internetið og sækja hluti eins og Google eða Pocket og síðan í framhaldinu þá getur Vafrar einhvern veginn birt þetta á einhvern annan hátt sem okkur það ekki dottið í hug eða leyft fólki að hafa aðgang að efninu á einhvern hátt sem við aldrei dottið í hug og það snyrtilegra og faglegra og við sem forritarar og þá